Hey folks, velkomin í flæðiskerið með mér Rökkva og honum Jóa hérna og hjá okkur Viktor Sigursveinsson sem 1000 félagsmiður, hann rockari og wrestler og býr til svona actionfígurur svona. Já, ofurhetju blandari. Já, ofurhetju blandari, hann tekur He-Man og þrumukettina og jafnvel kærleiksbyrnina. Já. Tekur svona fígurur og blandar þeim saman og býr til svona spes sem hann selur út allan heim skils mér. Yes, sir. En ég vildi nú bara byrja daginn af því að það afmæli konunnar minnar og hún þýsk að bara senda svona þakklætisvott til innflytjenda á Íslandi. Hvar var ég án þeirra? Þá væri þú mjög einhleypur. Já, ég væri örugglega bara kvenmannslegur og greinjandi. Þú nær alltaf erlenda konur. Þannig að innflytjendur já takk. Eða kannski að því að íslenska konur vonda reynslu eða? Já, það náttúrulega svolítið þannig að útlensku konar halda bara að sé menningamunur. Það íslensku konar vita ég klikkaður. En útlensku, þetta bara menningin, þetta bara íslenska menningin, þeir eru bara svona í Íslandi, þeir leipa bara að bóra skilju með eitthvað lögvegin og það bara eðlilegt þar og þetta bara menning. Já, þannig það. En þú ert að skemma menningu okkar mikið sko. Skammar ekkert að gefa Íslandi gott orðspor. En áður en við förum að tala við Viktor hvað hann gerir, þá langar maður aðeins að fara svona bara mjög stutt út í vitringu vikunar. Já, hvernig var það? Og vitringu vikunar sem sagt að það búið að byggja það sem kallað The Ark Encounter. Örkina hans Nóa í fullri stærð í einhvern veginn í Kentucky. Og þetta á að vera til þess að sýna sko að þetta hafi gerst í alvörinu, örkin hafi í alvörinu verið byggð og allt þetta og það búið að það eru svona einhver búr þarna með fullt af mismundi dýrum og inn í örkinu og eitthvað svona getur skoðað þetta. Risaeðlurnar og svona? Já, risaeðlur líka, því að þeir sem aðhyllast þetta halda að heimurinn sé 6000 ára og risaeðlur og menn hafi verið til á sama tíma. Akkurat. Og þeir halda að þetta hafi gerst í alvörinu með flóðið og all dýr og menn dóu þarna á jörðinni nema enginn átti báta. Nei, og allt drafst bara og svo hafi Nói sleppt dýrunum og þau hafi bara drefst heiminn, þannig að hann lenti einhvers staðar í Miðausturlöndum og einhvern veginn komist kóalabitindi til Ástralíu og eitthvað svona, kengururnar hafa þarna skoppað einhvern veginn þangað. Þótt að það var ekki svona minnst á þar í Biblíunni. Já. Af því að Ástralía var ekki fundin. Já, nákvæmlega, og einhvern veginn komist jaguarar til Suður-Ameríku og svoleiðis yfir Atlantshafið og ég veit ekki hvað. En þetta trúar þetta lið og það sem alveg merkilegt að þeir fengu alls konar svona skattaafslætti frá ríkinum. Frá ríkinu, þó að það sé í rauninni trúarleg eðlis, þetta til þess að í rauninni reyna að halda fram þessar hugmynd þetta sé allt í alvörinu og þróunkenningin sé röng og heimurinn sé 6000 ára og eitthvað svona. Og ekki nóg með það að þeir eru með eitthvað svona skattaafslátt af því að þetta var auka túrismann í Kentucky að þeir mega líka þeir ráða þig ekki úr til með samkynhneigður eða ef þú trúir ekki að jörðin sé 6000 ára. Skemmtilegt. Já, jafnvel ef þú hafnar þróunkenningun en heldur að jörðin sé, milljón ára, þá ráða þeir þig ekki. Þannig að þeir eru með ríkistyrki en samt mega hafna einhverjum út á kynhneigð og trúabrögð og alls konar. Þetta rosalega. En þetta sko, ef við horfum á þetta, þá hefði þetta náttúrulega hugsanlega samt verið gerlegt að búa til örk, en ég veit ekki með dýrin. Þessi dýr, það náttúrulega brandari og annar brandari að Nóa á að hafa smíðað örkina sko. Ég veit ekki hvað hann hjó mikið af trjám til þess að smíða hana, en hann á að hafa smíðað nú tré og þeir eru að gera þetta til þess að sýna þetta sé hægt í alvörunni, en þeir náttúrulega notuðu nútíma tækni til að byggja örkinu með krana og líða fólk í verkfræðingum að vinna við þetta og eitthvað svona, þannig að þetta hefur ekki alveg samfært mjög ennþá, sko. Nei, alls ekki. Þetta er góð saga síður, sko. Ágætt, sko. En svolítið gott, sko, hvernig ætla hann hafi fóðrað risaeðlurnar. Þeir hafa með svona kindur og svona borð og eitthvað svona. Já, þetta var gaman að sjá T-Rex þann inni, haga sér skikkanlega. Kannski byrjaðan með miklu fleiri tegundur, svona fullt af dýrum sem að bara, þú veist, kannski öll þessi í rauninni bullsögulegu dýr í biblíunni, það eru vist einhverjir svona einhyrningar í biblíunni og eitthvað svona drekar, kannski voru þau nót sem fóður fyrir hinn dýrin. Gæti verið, sko. Kannski þessina sem að þau eru ekki til dag. Já, gæti verið. Men, sko, þetta náttúrulega, þessi saga búin að vera, menn hafi jafnvel farið svo, gengið svo langt að leita að örkinni í fjöllum á þeim stað þessum það hafa gerst. Akkurat. Og einhvern tíma fannst einhverja viðarlegar, ég mann þessu þetta fréttum þetta alveg sérstaklega frétt og þetta voru alls konar vísindamenn að ég lánaði að fundi þetta og svona og allt góð með það. Svo kom bara ljósa að þetta var gamall
girðingarsleira bónda sem að girðingu. Þetta svona minnir pínu á þegar einhver tók mynd af ísbjörnum og búðinni einhvers staðar miðin vegi á Íslandi og sagði að það væri komin ísbjörn og einhver trúði, já. Þetta er svona Þetta svolítið fyndið því að sá sem er aðalmaðurinn í þessu, hann Ken Ham, hann einmitt, þú varst að benda á það Viktor, og hann lítur út svona neðandertalsmaður. Já. Þannig ég held hann sé kannski svona æstur í að reyna svona að segja að þróunarkenning sé ekki sönna því að hann sé neðandertalsmaður. Hann sé að reyna svona, það ekki komast upp með sig, sko. Neðandertalsmaður er ekki til. Nei. En teljið þið að sko þetta hefði verið gerlegt á sín tíma að smíða örk? Alls ekki. Ekki svona stóra. Og ekki bara einn maður. Þetta er ekki hægt, hún myndi líka liðast í sundur. Svona risastór bátur úr tré, hann liðast í sundur hérna á vatni og það er alveg búið að sína Bill Nye, the Science Guy, hann talaði að stærsta skip sem nokkuð mann gert var ekki stórt og örkin sem stærsta viðarskip sem var gert og það liðast í sundur af því að viður sveigist ákveð mikið og getur ekki sveigst meira en eitthvað. En mann hætti kannski til því að trúa vegna þess að menn gátu reist píramída, sko. Mér skilst að þeir voru byggðir á mörg þúsund ára. Þeir þurfa ekki að fljóta og þeir þurfa ekki að halda inni fullt af dýrum saman sem eru rándýr og Nei, reyndar ekki. Þó að þeir sennilega getur gert það betur en örkin, sko. Hvað heldur að myndi þurfa að heyja mikið fyrir alla grasbítina á örkinni líka? Já, það þurfti aðeins stór hlaða í örkinni. En mér skilst að séu til sögur úr alls konar gömlu menningum einhverja menn sem hafi sett dýrin sín á fleka og kannski konabörnin og kindurna sín á fleka þegar kom flóð. Og þarna á Miðausturlöndum að sem Efrat og Tigris eru þá voru oft flóð. Já, og ef við hugsum bara þess til okkar tíma til okkar menningar að þá einhvern veginn komust kýrna hingað og hestar og svo framvegis. Þannig að í rauninni voru hinn einu svona nóarnir voru víkingar okkar, ekki? Já, bara ekki alveg með eins mörg dýr, ekki allar tegundir heimsins. Kom ekki með jagúara og ljón og íspinni. Nei, íspinni geta komið sjálfur reyndar en það er annar mál. Já, við getum ekki einu sinni flutt á til Grænland svona, við skjótum það bara þannig. Já. En það kannski verður gara. En mér langaði að byrja því að það er svolítið skemmtileg saga hvernig ég upphaflega kynntist Viktori. Já, það er skemmtileg. Ísland og eintumur klíkuskapur, ég kem bara með vini mínu í þáttin. Þetta hefur allt með vinskap að gera, ekkert með hæfileika. Já. Þannig að Viktor er samt flinkur að setja saman Hímannkalla og Kerbers. Hann er hæfileikar ykkur maður. Ég ætla ekki að gera lítið úr honum. En svona kringum árið 2000 að þá var ég með svona wrestling sem er svona sviðsettur bardagi. Ekki svona olimpísk glíma, heldur svona sviðsettur bardagi sem er hopp upp í loftið og sparki einhvern annan og hér er alls konar svona flip, þetta er svona eins og Hulk Hogan og vinsælt í Bandaríkjunum og Japan. Og ég og nokkru vinir mínir vorum í þessari vitleysu og kom einstaklega sem í sjónvarpinu einhverjum svona unglingaþáttum eins og Atinu minni mig og einhverjum fleiri þáttum, mann ekki hvað þetta hét. Og þá ert þú 13-14 ára gamall eða eitthvað. Jú, 14. Já, og þú hefur samband við okkur og segist líka verið í wrestling og hvort þú meir vera með og eitthvað, við erum 20 eitthvað, við erum náttúrulega alltof gamlir. Ég sendi ykkur tölvupóst á lámenning.is. Já, ég var með lámenning.is, já, einmitt. Og við hugsaum bara, þetta er ykkur vangifinn 14 ára strákur, eitthvað villisíkur og þú veist, maður vera með að bara, nei, þú veist, þetta er náttúrulega þegar svolítið pínlegt að við séum 20 eitthvað ára menn í wrestling en að við þurfum að taka ykkur 14 ára strák og svo, ups, við óvart brutum hann í tvent eða eitthvað svona, það er bara svona eitthvað sem við gerum ekki, bara, nei, við erum ekki að fara að vera með ykkur 35 kílóa 14 ára strák með okkur í wrestling. Ég sá að þið skrifuðu það var hann neðst á blæðinu þegar við talum að vildu rekrúta okkur að gæja, það er að vera 18+. Já, við vildum fá einhverja með okkur í lið. Já, það er 18+ verið lágmark. Og ég mani mitt að ég hringdi mömmu þína, Viktor. Bara svona til að vera vissum þú værir ekki að slasa þig og var að spurja mömmu þína bara svona og hún var bara voðalega, já, þeim finnst þetta bara gaman í svona ok, hvað er þeir að gera? Er það að láta sér dettur ykkur mikill hæð? Kunna þeir eitthvað að detta? Hafa þeir lært júdó til dæmis til þess að kunna að slá höndur múti til þess að brjóta ykkur sér bakið og ég var að spurja hann og hún var bara eitthvað, þeir eru bara að leika sér hafa bara gaman þeir eru maður svona stiga sem er klifur upp í og kasta sér niður í bara, ok. Já. Við vorum, meina það að við vorum alveg svona the legitimate hardcore wrestling Íslands og við slösum sér aldrei. Þrátt fyrir að hafa verið með allskins tæki og tól til þess að gera þetta eins fantasíulegt og gátum sko. En samt sem áður með enga þjálfun whatsoever, bara með því að horfa á hvernig bardagarnir voru í sjónvarpinu þá náðum við að framkvæma það sem við gerðum og það slasast enginn, það var engin beinbrot eða neitt. Það er nokkuð gott að vera þessi vikið. Maður skrámast á hnjánu. Þeir sem hafa hort á wrestling
bandaríska fjölbræðaglímu og þá er verið að taka menn og lyfta þeim fyrir haus og svona, þeir náttúrulega hjálpa þér að lyfta, þetta er samvinna, þetta er leikrit og lyfta þeim fyrir haus og láta á detta á bakið og kasta sér af einhverjum stígum og hoppa á einhvern og eitthvað svona og hefja einhvern loft og láta hann detta og þetta getur verið rosalegt fall og ég náttúrulega og vinir mínir vorum búin að læra eitthvað svona eins og judo og jiu-jitsu að detta og ég kendi vinir mínum en þið bara í rauninni reynduð bara að ná þessu eins og þið gátuð eftir því sem að þið Akkurat, algjörlega Já, þetta er ótrúlegt Já, og svo sem sagt svo bara hætti ég í þessari fjölbræðaglímu mestmengnis ekkert tímann löngu seinna, ég var honum gamall og búin að meðmóð mikið og þá er ekkert tímann uppistand sem ég held með Dean Smith sem kemur hérna til Íslands að halda gig á Kaupnum og þá allt í einu labbar einhver ungur maður að mér og segir, blessaður eitthvað, manstu nokkuð eftir mér ég er 14 ára strákurinn sem var með wrestling og svona og þú gafst mér svona DFD-disk með fjölbræðaglímu bördugum frá þér og vinninum já. Sem var einmitt eins og þú varst að lýsa því þið voru kannski aðeins eldri en 14 ára þannig en þetta var mjög flott Já, takk fyrir það Og þið voru bara einhverjum út í móa í rauninni þið voru ekki dýnur eða hús fallega náttúrunni í Ólafsvíkinni Já, nákvæmlega, þið voru bara einhverjum á Snæfellsnesi út í náttúrunni og sólin skein og eitthvað grímur og í búningum að kasta hverjum örum til og berja hvernig annan með einhverjum svona tækjum og tólum Þetta var sætt meira alvöru heldur við sjáum í sjónvarpinu Þetta, sko, já, það eru þessi ákveðnu tricks eins og náttúrulega fjölbræðaglíman þetta er svona leikhús og mikið sem sést eins og blóð og svona er bara gerfi og en að sjálfsög vil ég meina það að ekki reyna þetta heima af því að ef ég var að segja að ég væri wrestlari þá væri eiginlega móðga þá sem eru actually búin að læra þetta þannig að ég myndi segja að þetta er bara svona skemmtilegur kjánaskap með vinum sínum og hvað er maður sagt? Ef þetta er vernda starfsheiti þá máttu allavega ekki segja að þú sért wrestling, ég veit ekki það Nei, amerísk fjölbræðaglíma hefur aldrei fengið eitthvað voðalega mikið lof Nei, hún er ekki talin til hámenningar Nei En það var ég líka með þess að síðu smitt lámenning.is þegar ég var með þetta á netinu vídeo af okkur, vinunum að slást good times En það er samt með þá sem er í þessu atvinnumenn sem hafa lært þetta og svoleiðis að það er oft rosalega vannmetið að þetta er fyrirfram ákveðið og þetta er samspil og þú reynir að meiða hinn ekki Já, það er listin á bakvið Já, það er náttúrulega listin á bakvið alveg eins og í bíómynd að þeir sem eru áhættuleikarar þeir reynir þetta með þessi ekki Nei, akkurat, þegar stöndmaður hann reynir ekki að hýtta það í nefið Nei, þú reynir að slasa það ekki en þetta er mjög hættulegt og þú slasar þig mjög oft í þessu og meiðir þig Það er rétt Og það sem að fólk skilur oft ekki þegar að horfa á fjölbræðaglímu og hugsa, rosalega er þetta eitthvað óraunverulegt og asnalegt og þú sér kannski boxbarda og einhverju steinrótar og þú hugsa, vá, hann tók rosalega höfuðhögg, hann lítur á að skaðast mikið en málið er með fjölbræðaglímu af því hún er sýning, bara eins og í leikhúsi eða hverju öðru þetta er ekki alvöru keppni þannig að þú getur vissulega sigrað einhvern þó að hann sé miklu betra líkamlega formi en þú og í rauninni þegar þú ert jafnvel orðinn gamall og gætir hann aldrei sigrað en einstakling í neinni alvöru íþrótt á þeim tíma að þá er mikið þannig að menn eru kannski sem eru í atvinnu bardaíþróttum eru kannski með 2, 3, 4 mestalagi bardag á ári eins og í blönduðum bardaglistum eða boxi en í fjölbræðaglímu er kannski einhver að koma fram 300 sinnum á einu ári Akkurat og þetta skaðar í rauninni menni meira heldur en alvöru bardaíþróttir af því að þú ert bara alltaf ok, nú er ég meiddur hénu þannig að við reynum að hlífa hén í þessum bardaga og svo rústar þið meir, þú veist það er bara, En þessi ofurhetju blöndun sem þú ert að fást við getur útskýrt þetta fyrir hlustendum hvað það snýst? Það sem ég geri er að ég bý til það sem kallast art toys eða svona listleikföng það er ekkert Íslands heitið yfir þetta því að það er ekki til einn listleikföng á Íslandi þannig að dips en það sem ég geri sem sagt er að ég tek hlut svona sem til dæmis bara eitthvað 80s ég er aðalega einblín á svona gamalt svona nostalgíu dæmið sko ég er að taka He-Man, Turtles Star Wars, you name it Batman Batman og ég tek ákveðna parta og ég bý til silikónmót utan þann part og svo bara tek ég sem sagt partin úr mótinu og steypi svo í svona resinplast sem ég kaupaði utan og svo þannig að bara pússa þetta, bori í þetta, mála þetta, setja saman og það er stór markaður fyrir þessi leikföng úti, sérstaklega í Bandaríkjunum Þýskalandi líka, Brasilíu
og það er svo markað sem ég að einblína á en það hefur verið tekið eftir mér í Íslandi þar sem er bara mjög flott. Já, þannig að er þetta eitthvað sem að búðir eins og Nexus getur verið með sett til sölu jafnvel? Já, ég fyrstu fíguruna sem ég gerði voru til sölu í Nexus. Já. Og svo núna hefur þetta færst yfir í Fredda, leikfang á spilastofuna. Já, sem verið mitt svona nostalgíu dæmi. Já. Við munum mörg sem erum eldri eftir spilakössunum sem að maður fór í og setti 50 kalli og spilaði. Já, akkurat. En er þetta svona, hvernig byrjaði þetta hjá þér að fara inn í þennan bransa? Var þetta eitthvað sem datt í hug, tókstu til dæmis Barbie-dúkkuhaus og settir á hímenni eða hvernig? Nei, sko, þegar ég var krakki var ég nú mjög góður með dótið mitt en það hefur alltaf verið svona, ég hef alltaf verið voðalega áhugasamur hvernig leikfang hafa verið búin til og svoleiðis og svo hef ég bara ekkert verið að pæla í því þar til einn daginn ég sá okkur netsíðu að það var einhver gæi frá Bandaríkjunum sem var að búa svona til og ég bara, wow, hvað er flott. Þannig ég hafði samband við hann og ég spurði, hvað kostar að fá svona leikfang hjá þér? Já. Og það spurði hann, ertu að meina að búa til leikfang alveg frá grunni? Og ég sagði já og hann sagði, herru, það kostar svona $600 og ég alveg, ok, það er svo mikil peningur í þessu og þannig ég byrjaði bara að leita mér upplýsingar bara á netinu, ég fór á YouTube og fór í alls konar netsíður og ég fann bara step by step hvernig að gera þetta, hvað átt að kaupa. Skref fyrir skref fann ég bara hvaða gúmmi og hvaða plast út að nota, hvaða málningu. Þannig að þetta var bara svona hassle alveg frá byrjun að þannig að þú ert sem sagt ekki í rauninni, þú þarft ekki að hafa lager af hímanköllum til dæmis og setja, heldur byrjuð til mót af í rauninni. Já, svo getur bara replicata hann bara eins mikið við gera. Já, bara fjölfaldar. Já. En er ekki svolítið erfitt með eins og teyjurnar sem eru oft inn í köllum til þess að láta þá geta hreyft með mér og svona? Já, eins og hímen. Já, að setja teyjurnar inn. Ég nota segla, svona kraftsegla. Já. Ég bora það inn í plastið og þá set ég segla sitt hvor megin. Og þar alveg getur þú kannski ef þú kaupir 2 fígurur frá mér getur svappað hausum og gert eitthvað svoleiðis sko. Þannig að þú getur rauninni búið til þér eigin? Já, ef þú myndir kaupa nokkra kalla frá mér eða biðja ekstra parta þá getur þú bara modifæða sjálfur. Eru fleiri í þessu hérna á Íslandi? Veistu það? Ekki á Íslandi. En markaðurinn í Bandaríkjunum er stór. Allan það ég fór á þetta heitir PowerCon. Það var þetta svona He-Man hátíð. Já, því hann sagði alltaf I have the power. Og þar var fjöldin allur af artistum sem voru að gera saman og ég og það var bara þetta er nefnilega orðið svolítið stór markaður fyrir svona eins og til dæmis mig svona krakka sem að hafa aldrei þurft að þroskast og þetta er svolítið þannig að eftir að Vesturlund urðu svona ógeðslega rík að þá er ekki bara þannig að ef að þú varst He-Man og Thundercats aðdáandi sem krakki þá safnar kannski bara fígurinn sem fullorðin og svo er farið að gera í rauninni jafnvel þessi stóru fyrirtæki sem Mattel eru kannski með styttur sem er ekki hægt að leika sér að en sem eru af kannski He-Man eða Batman eða eitthvað og fullorðnir eru að kaupa og líka kannski svona leikföng sem eru meira hugsuð fyrir fullorðna og það eru hasarblöð sem eru miklu meira hugsuð fyrir fullorðna í dag. Já, akkurat. Af því að það er búið að ala upp í rauninni fólk til þess að hafa haft gaman af þessu frá því þú varst lítill og þá einhvern veginn hættir þér ekkert endilega að finnast það þó þú sért orðin gammal þroskaður. Nei, nostalgían selur sko. Já, og nostalgí er nefnilega alveg merkileg af því eins og til dæmis með foreldra mína og þeirra kynslóð sem er svona 70 í dag að þau hlusta á eitthvað og bara mikið þetta indælu eitthvað frá Beatlunum og Rolling Stones og eitthvað og heyri eitthvað nútímadóta þetta er síbili á drasl og eitthvað en þeirra er samt bara eitthvað supidúra eitthvað bara ógeðslega einfalt sem að ég segi þetta er bara rusl, þetta er bara svo barnalög og þau hafa gamla þessu svo heyra þau kannski í rauninni sko miklu listrætt og fáaðara eitthvað eins og til dæmis Depeche Mode eða eitthvað svoleiðis Home með Depeche Mode eða eitthvað svona mjög í rauninni vönduð og flott lög sem það er miklu meira til að gera og þeir bara síbili á rusl og ég hef svolítið tekið eftir þessu með mig og marga að okkur finnst He-Man kannski æði en svo kemur eitthvað Ben 10 eða eitthvað það var ekki þegar við vorum krakkar þá komum við bara að puffa með því þetta er rusl, þetta er drasl en He-Man æði en það er engin munur. Nei, þetta er bara af því við ólumst upp með þessu og þess vegna finnst okkur þetta æðislegt. Þetta minnir okkur á einfaldri tíma þar sem við vorum ekki með eina sem við þurfum að gera er að borða morgunmat og horfa á He-Man á laugardögum. Já, þetta er kannski svolítið eins og rosalega sæta stelpan, þú veist, úr 8. bekk að þér finnst hún ennþá pínu kannski sæt í dag eða eitthvað en einhver annar sé hún að bara sjá þessa kettlingu eða eitthvað. Af því að hann hefur ekki þessa minningu. Þú væri kannski svolítið upp með þér ef að hún myndi svona
gefa þér auga, þú veist, á einhverju svona endurfunda móti fyrir skólaninn eða eitthvað leið, sem aðri myndi bara að það var eitthvað ljót kettlingar reyna við hann maður þannig að þetta er bara svona þrá í bernsku þrá nostalgía nostalgía þetta er svona er þetta eitthvað sem að þú getur bara hugsað að vinna við alveg farið í framtíðin eða er þetta já, sko, það er jafnvel flytja út og vinna þar við þetta það væri þægilega fyrir mig að gera þetta úti því að öll þessi efni sem ég er að vinna við er mjög ódýrar í Bandaríkjunum já, og fást kannski illa hér og það er, en ég vinn, sko, mín steady vinna er líka, ég og kona mín hún Berglind Sveina heitir hún við rekum saman snyrtistofu hún er snyrtifræðmeistari og kennari og það er ég að nutta þannig að komið tíminn í nutt en samt sem áður með leikfengin að það er líka alveg svona steady peningur í því stöðu innkoma frá því og þetta er líka bara það sem ég elska að gera ég get ekki ímyndað mér betra starf allan fyrir mig það því að ég meina mér finnst að vera toppen á tilverinu að þú veist að fá borga fyrir það sem maður elskar og ég get bara svarið það að ég ætla aldrei aftur að vinna í vinnu með eitthvað yfir mér ég bara tek það ekki mál og þannig að ég ætla bara fyrir utan konuna þína fyrir utan konuna mína já þetta glóður og kom ekki að sjá þessi og já eins og ég segi með það að gera þannig að ég ætla að halda fast í þetta og get ekki ímyndað með betast. En er aldrei neitt svona röfleis og þetta minnir mig pínu á svona eins og þeir vera að tala píratisma og eitthvað svona að þú veist að því að þú ert að afrita er aldrei neitt röfl með að því að þú ert að afrita He-Man forminn í þitt eigi plastið, er það aldrei neitt við sinn? Eftir meina frá fyrirtækjum sem upprunalega gera það. Það er skemmtileg saga ef við munum að hlusta á hana. Þið viti hverju Mattel eru? Þeir sem gerir He-Man. Já, gerir He-Man og Barbie og allt það. Sko, það var árið 2007, þá seldu þeir til Argentínu held ég. Jú, Argentínu. Þá seldu þeir gömlu mótin sem þeir notuðu árið 80 eitthvað. Já. Af öllum þessum He-Man karakterum. Þannig að þeir mistu læsensið. Já, þeir hafa ekki neinn réttindi að tilkast til þeirra lengur. Akkurat, þannig að núna geta bara allir gert móta þessu og það er á enginn á hættu á því að vera kærður eða eitthvað. Alltilega, þannig að ef þú myndir geras af einhverju sem er í gangi núna sem er einhver höfundaréttur á að þá gætir þú lent í vesinni eða hvað? Jú, ef það myndir fréttast þá kemur ekki á óvart. Já, en þú getur náttúrulega gert það svona bak við tjöldin við einhvern sem að þú ert bara í sambandi við svo lengi sem þú auglýsir það ekki á í rauninni netinu eða þannig. Já. Þetta er magnað. Ótrúlega magnað. En hver er svona skemmtilegasta fígúran til að búa til ykkur? Skemmtilegasta? Ég nota yfirleitt sko He-Man líkamann og það er bara fyndið að sjá að því að He-Man líkamann er svo hrikalega mikið vöðvafjall að setja allskins hausa sem passa alls ekki við er mjög fyndið og skemmtilegt og það selur yfirleitt. Já. Til dæmis að svo fígura sem selst mest hjá mér er hann heitir Lou Vuitton það er ekki Louis Vuitton sem er frægt tískumerki og þannig að það var þetta bara svona brúnn He-Man og hann er með skikki sem er búin til úr svona leðurveski. Já. Þannig að það er spurning þegar ekki dottið í huga að taka jafnvel bara íslenska kraftakalla og skella við mót og búa til bara eftirmyndið þeirra. Jú, ég hef verið að hugsa mikið út í það. Mér langar að búa til Latta. Já, það væri skemmtilegt. Ég var búin að búa til karakter sem heit Kúkalatti já okay. Og það er til en ég ætla kannski ekki að gera það. Nei. Mér langar að gera Jón Pál. Já, hann var einmitt svolítið sín að He-Man í útliti sko. Já, hann er með ljóst hár, hann var náttúrulega alveg hann var með rosa flottan líka því hann var vakstaræktamæður inn á milli sko. Hann skipti alltaf úr vakstarækt yfir í kraftsportin. Það hefði bara verið flott að bara búa til Jón Pál fylgir með hann einhver stór steinn eða eitthvað. En náttúrulega Mattel sem gerðu He-Man og Barbie hugsa þetta er eitthvað svona mestu í rauninni hvað maður segja sexistar eða svona kynja fyrirlitningar fullkomin karlmaður. Já, þetta er svona karlmaður sem er alveg svona fullkomin karlmaður, hann er á brjáluðum styrum, brjálavöðvar og konan er alveg svona með óraunhæfasta vöxt í heimi. Hún með lappir sem eru miklu lengri heldur en þú veist, afgangun á skrokknum yfirleitt er þetta svona, lappirnir eru jafn langar og restin
og einhver fáralega mjótt mitti og rosa stór brjóst þó hún sé úslega mjó. Já, það Þetta svona, Mattel hefur verið að láta kallmennum og kvenfólki líða illa yfir að fyrir ekki einhvern veginn í laginu í áratugi. Þannig að ef að Hjalti Úrsus er að hlusta á okkur núna, þá getur hann haft sambandið bara og fengið afstippa sig bara. Það verður nú gaman. Ég væri til í að eiga Hjalta fígúru sko. Já, hann er góð vinur okkar hérna, kemur oft í þátti. Þú getur gert svona línu, þú getur gert hérna Hjalta, Jón Pál, Magnús Ver og Fjallið. Já, ég held að það væri gott sko. Þetta er heldur sniðu hugmynd sko. Já. En þetta er svona erfiður heimur þegar ekki svona leikungaheimurinn sko maður velti fyrir sér, þú veist, hvað er fólk að spá að fara út í leikvangaframleiðslu og sérstaklega hér á Íslandi. Já. Sko, af hverju? Sko, ég bara veit það ekki sko. Bara ástríða? Já, þetta er mikil ástríða. Ef þú hefur ekki ástríða fyrir þessu, þá bara myndi ég gleyma þessu. Er þetta kannski meira svona listform, myndir þú segja? Já, ég myndi segja það. Þú ert eiginlega listamaður? Já, þetta er því að sko, þetta er grál þunn lína sko, hvort það sé list, af því að margir geta tekið málingu, skvetti og góli og sagt, þetta er list. Það er eitthvað gert sko. Já, það er rétt. Og það sem þetta er, það sem alltaf fígurinn sem ég gerir eru handgerðir munir, þá myndi ég eiginlega flokkað undir list. Ég myndi segja þetta sé list af því að það er eiginlega engin öðvöld til að skilgreina hvað er list og hvað er ekki list. Ég myndi eiginlega bara segja, ef að eitthvað er ætlað sem list, þá er það list. Ef að ég gerði eitthvað sem var ætlað, eins og við bara smíða hurðskilu, hann bara ætlað til þess að hafa einhver tilgang að þú getur lokað eða haft opið, að það er engin list. En ef ég geri eitthvað sem að einhvern veginn skapa einhverja tilfinningar hjá fólki eða eitthvað þannig, þá er það list af því að það er tilgangurinn, en það gæti alveg verið misefnað. List er ekki endilega heppnuð. Þetta er eins og í Bandaríkjunum, ég held að það var í Bandaríkjunum, en þá kom frétt, held ég, að það hafi einhver gæi eða kona mist sólglerun sín í einhver listasafni og þau var bara leiðan á gólfinu og allir byrja að taka mynd af því. Já, þau held að vera eitt af verkunum. Þetta bara verið verk. Já. Þannig að maður spyr sig, hvað er fólk að pæla með, ef þú segir þetta er listasafn og það er, þá hlýtur allt hérna inn að vera list. Já, list er náttúrulega eins og ég segi, þú veist, ég get verið grínistið þá þýðir ekki ég sé fyndin. Það þýðir bara ég er að reyna að vera fyndin. En svo er það líka sko, einmitt að því að list getur verið svo teginlegt hugtak að ég man eftir einu atviki á listasafni þar sem að ræstitennir kom og hafa fatað þarna og það var glerbrot sem að lágu svona út úr fötunni og þarna var sópur við hliðina og það er einhver ætlaði að sópa þetta upp og ekki klára það og hún kláraði það og hendi sér uslið og þá var listamann alveg vitlaus. En munurinn á þessu og gleraugunum er að gleraugun eru ekki list af því þau eru ekki ætluð sem list. En hitt er list af því það er ætlað sem list en er samt bara misefnað í rauninni. Já, það er máli sko. List er ekki list. Náttúrulega listasnobbari myndi segja skúringakona, hún kann ekkert í list, hún skilur ekki list, þetta er bara óbreytt, ómentuð í list kona og þreifita, nei, hún bara, þetta var bara ruslu, hún sagði það bara. Það verður bara að halda áfram að síðan listamannlaunum veldi. Tilvæmst og fræðiskir út af þessu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkur Vísnesson hérna með okkur og Viktor Reinholdsson, hann er hérna með okkur líka. Við ætlum að koma hérna til Sigursveinsson eða ekki? Hann sagði það fyrir því? Nei. Okay. Reinholdsson, ég aldrei hérst þetta. Ég er Reinholdsson. Já, hann er Reinholdsson. Men við komum hérna rétt á eftir flæðiskir út af þessu. Og við vorum að tala list og hvað er ekki list og hvort að Viktor sé listamæður ekki. Ég segja hann sé listamæður. Takk fyrir það. Því að þú ert að skapa eitthvað sem er gert til að vekja upp upplifun hjá einhverjum öðrum og það er eitthvað sem kemur frá þér inn í þetta þó þú sért að vissuleyti eins og þú ert plötusnúður sem að býr bara til svona remix af lögum. Þá ert þú samt listamæður fyrir þú gerir þau á einhvern nýjan hátt. Þú bætir einhverju við og þú ert að bæta einhverju við þannig að þú ert að mixa saman He-Man og þrumuköttunum og eitthvað og þú ert að gera til dæmis He-Man með hérna kærleiksbjarna haus. Mér varst þetta því besta kærleiksbjarna He-Man. Já. En sko, það er list og þá er náttúrulega svo margt list og til dæmis bara arkitektar og listamenn. Já. Á sín hátt, já. Húsin eru bara listaverk og það með að segja eru gildi verða hugverkaréttindi. Þeir eru nýtja listamenn, myndi ég segja. Þeir þurfa að gera hús sem þetta búi en þeir eru líka að gera hátt þannig að það veiki einhverju upplifun hjá fólkinu. Þannig að ef þú hugsið aðeins þetta, ef að listinni, ef það væri ekki til listamenn,
þá var ég afskaplega fátt hér inni til dæmis og við sætum hérna bara grasflöt. Já. Við sætum ekki eins og í stólum, sko. Já, ég segi það nú ekki, að þú getur líka alveg gert stól sem ekki hugsaður til þess að vera list, þú getur gert hús sem ekki hugsað til þess að, þú getur gert hluti sem virka sem ekki hugsaður sem list, en mjög oft í rauninni það sem þú kallar nýtilist að það sett eitthvað svona listrænt inn í hluti sem eru samt. Frægasta kannski listaverk, svona nýtalistaverki er eggið, sem stóll. Já. Þetta danskan listamann. Já, mér datt bara í hug eggið sem er á hérna Keflavíkurflugvelli og ég veit ekki alveg hvað það nýtist. Nei, það sko, nýtist ekki neitt held ég. En það ekki svo kemur eitthvað svona eðlu skott út úr í Jú, þetta er eitthvað mjög furðulegt. Það var verið svo flugvélavangur sem er línur sem áttir að sko stífna eða eitthvað held ég. Það var að vera flugvéla að koma úr reikinu. Og ég held að það var eitthvað svona eitthvað risaður skott sem svo poppa upp á því. Ég sá ekki alveg merkinguna með því en alltaf leið, Það var útlendingur sem þau geta byggt örknæst í kringum til að risaðan geti farið í. Það er flott. Ég hitti útlendingarnir svona, mér tókst að sannfæra það þetta var sett hérna fyrir mörgum ára síðan. Mér tókst að sannfæra það að þetta var til þess að reyna að laða geimverur, þetta listaverk. Það hefur nú verið reynt á Íslandi. Svo þetta sagði hann sannleikan. Það var á Snæfellsnesi, kannski einhvers staðar nálægt það sem að Viktor var í wrestling með vinnum sínum út í Móa. Það sem að það var einhver samkunda það sem að átt að koma geimverur. Já, kannski að hann sé bara geimvera. En þetta var þegar ég var svona 14 ára. Nei, þetta hefur verið áður en að Viktor fæddist. Já, líklega. Já, var hann svo langt síðan? Ég var svona 13-14 ára. Var þá samkoma af útlendingum bæði Íslendingum og útlendingum og þátt að koma geimverur og lenda á Snæfellsnesi. Þetta var svolítið mögnuð samkoma nefnilega. Þarna voru bara beinar útsendingar og þetta var bara læti sko. Það var með sér sko haldið ráðstefna hérna held ég geimverur á sama tíma en það leti ekki sjá sig að minnstakosti ekki okkur þeim sem hafa ekki miðurshæfileika. En kannski hafa geimverur bara húmor, kannski voru geimverurnar bara tröllast. Gæti verið. Segjum við öllum að mæta og horfum á þau. Svekkjum þau. En já, talað það geimverur það er kannski eitthvað sem myndi heilla að búa til þetta er náttúrulega hálfgerða geimverur sem þetta búa til líka þegar þetta taka svona marga parta og setja saman og lítur þetta út svolítið eins og geimverur ég sá mitt hérna hjá þér leikvang sem leit út eins og hvað var það, Garbage Kids og svo var það hérna einhverju hausar ofan á því já það verk kallaði ég Wasted Childhood þetta setur ruslatunna með hérna með svona skeletor haus og hérna, skjaldböku haus þetta er þannig en svo ertu líka í tónlist segðu okkur aðeins frá því ég er í hljómsveit sem heitir Endless Dark og svo er ég líka að vinna í hérna popgrúpu með félaga mínum Bjarka heitir hann og við erum allan að komnir langa leið að hérna, vera að klára plötu sem vonandi kemur út á þess ári þannig við sjáum til með það og mikið að gera það er nóg að gera og þessi plata sem er að koma út er þetta þá bara undir ykkar nafni eða hvernig setja hana fram? Já ég held að við munum Er það meira hvort þið munum setja hana út á bara á netið? Nei, þess að ég er að tala hvernig hefur eitthvað hljómsveitarheiti eða eitthvað slíkt? Já, nei, það er ekki ennþá komið. Það er ekki ennþá komið? Nei. En þá er þetta bara eitthvað nýtt sem við erum að frétta hér? Já, þetta er bara brand new. Já, algjörlega. En það sem þú ættir að setja á netið er wrestlingið frá því þegar þið voru ungir út í Móa. Já, það myndir vekja lukku. Já. Ég hafði allavega gaman af þessum DFT. Já. Var ég að gera það? En talað þetta wrestling, hérna, nú horfði ég mikið á þetta þegar ég var lítill. Og Hulk Hogan og allir þessi kallar þetta var ofurheitur sko. Já, þeir voru einmitt þessu ofurheitun þannig að þetta var mjög svipað eins og lesa Spiderman og Hulk og svo leiðis. Já. Og þá var maður svo lítill að maður hélt þetta væri alvöru sko. Jú. Já, ég var reyndar aldrei svo vitlaus, ég vissi þetta væri leikið. Þakkaði fyrir. En ég var samt svo vitlaus að hafa gaman af þessu. Já, þetta er mjög skemmtilegt áhorf sérstaklega, mér finnst þetta ennþá skemmtilega bara það með uppgötu að gerfi sko. Þá tók maður eftir sko, það þarf að leggja virkilega mikið á sig og eiginlega meira á sig í þessu heldur en eða þetta var í alvörunni þannig að þú þarf að passa með ekki viðkomandi. Já, það er erfiðar að þykjast bara einhvern í klessu með en ekki heldur en að bara að ráðast á hann sko, og beita gegn honum. En þetta var mjög skemmtilegt fyrir þá sem hafa séð bíómynd sem heitir Bigger, Faster, Stronger sem er aðalega í rauninni stereonótkun og lyfjanótkun í íþróttum að þá lýsir strákurinn sem að
í rauninni þulurinn í þessari mynd sem gerir myndina, hann lýsiði hvernig þegar hann var strákur þá voru það aðalega wrestlingkallin, það voru líka eins og Rambo og Schwarzenegger og á 9. áratugnum var rosalegt vöðvaæði líka eins og Jón Páll og svona og þessi kallar, Jón Páll, Schwarzenegger, Stallone, allt þetta dæmi og fjölbaraglímukallin eins og Hulk Hogan að hann lýsir því hvernig fjölbaraglímukallarnir voru hetjurnar hans og hvernig þeir eiginlega koma út í að fara út í liftingar og svoleiðis og Hulk Hogan var sem sagt varð innan gæslappa heimsmeistar í fjölbaraglímu á því að sigra svona vondan svona mann frá Íran sem var alltaf hérna í Bandaríkjunum að segja Íran frábært land og Ameríka ömurleg eitthvað svona og hann svindlaði til að fá beltið hann notaði alltaf eitthvað svindl og þegar dómarinn sá ekki og eitthvað svoleiðis sem var náttúrulega í alvöru íþrótt ef að þú lemur eitthvað kannski með flaggstöng þegar dómarinn sér ekki þá ertu bara fangelsaður þú ert ekki bara tekið titillinn að þú dreikir úr íþróttinni ævilangt þú ert bara fangelsaður sko. Svo myndavélinn hafði ekki náðu þessu eins og þess að ég ætti að kæra þig fyrir líkamsárás þú lemur eitthvað eða verið júdó eitthvað og eins og dómarinn fer bara horf upp í loftið og tækir upp sko kilfu og lemdir hinn júdókallinn og svo verið það bara látið standa og sigraðir hendrunum eða varst búin að brjóta hinn fótum í kilfu en allavega hann trúði alltaf að þetta væri alvöru og Hulk Hogan var hetjan hans fyrir að hafa lamið hennan Írana sem talaði illa Bandaríkjur og hvað og svo gerist það bara af því að wrestlingin er alltaf bara leikið og þessi Íranin er alltaf bara einhver Írani sem að flúði til Bandaríkjur og bara mjög glaður með að búa í Bandaríkjunum en ekki Íran og sumir af þessum Íranum og Rússum voru Bandaríkjamenn sem að þóttust vera Íranar og Rússar og eitthvað svona og þurfti alltaf að vera að þykjast tala með einhverjum svona rússneskum hreim þegar þeir fóru út með fjölskyldunni sinni og bara til þess að þeir þurfti að fara með þetta alla leið sko. Og svo bara kemur frétt að þessi vondi Írani og einhver önnur amerísk hetja voru teknir af löggunni saman í bíl freðnir og með kókaín hann, býtu, af hverju ameríska hetjan og íranski vondikallinn saman dópaðir í bíl? Ég held þeir var alltaf að segja að þú ætti bara þjálfaða búslega hart og hérna borða vítamínin ekki taka vondlif og ekki reykja og eitthvað svona og Íran að vera vondir og eitthvað og þá fatt þetta var bara allt sjónarspil og leikið og bull og hérna og uppgötaði síðan að allir þessi kallar voru styrum líka Sylvester Stallone tekin annað með styruna og svo kom Arnold Schwarzenegger fram líka og Hulk Hogan náttúrulega og margir þessi kallar þannig að er svona heimsmynd hans hrundibínu þannig að ég er glaður með að hafa aldrei trúað að wrestling var í alvöru ég veit ekki hvernig mér hefði liðið en þetta er ágætt þessi íþrótt og hérna ég er svolítið hissaður skulle ekki að verið tekið upp hérna á Íslandi að stunda þessa íþrótt að einhver viti nema þið þá kannski út í móa sko. Já, við vitlisingarnir það er sko við Íslendingar eigum það til að vera með það mikið þjóðarstolt að við viljum ekki vera eins og við viljum ekki stunda eitthvað kjánalegt að eða fréttir sig eitthvað kjánalegt það bara nei, við viljum ekki taka það við viljum vera svona það má ekki vera neitt kjánalegt í gangi það verður að vera handbolti og fótbolti og svona sem er bara strikt og það er engin kjánalæti og það með ekki vera engin kjánalæti ef það eru kjánalæti á vellinum þá er þetta bara að vísa út en það er bara gott og gilt en ég bara er glaður með að eiga það að ég var fyrstur til þess að koma í sjónvarp með bandaríska fjölbaraglímu á Íslandi get verið mjög stoltur af þeirri lágmenningu en svona fjölbaraglíma hún getur líka verið hættulega ekki? Jú, það er hérna það sem þetta er náttúrulega þetta er svona sýning og þetta eru áhættumenn og hérna en svo eru til aðra gerðir af hérna fjölbaraglímu sem eru eiginlega ekki sýnt í bandarísku sjónvarpi til dæmis frá Japan það sem þeir hérna eru að þetta kallast dauðaglíma á íslensku það er að segja að þeir reyna alltaf ekki að berja hvern annan til dauða en þeir nota glerbrot og annað þetta er kallað svona extreme wrestling eða öfga þannig að þeir í rauninni leggja rosalega mikið á sig og þetta hefur verið mjög umdeilt af því að þegar þú byrjar að gera þetta að hoppa af stígum ofan á hvorn annan og henda hvorum öðrum gegnum borð sem brotnar og berja eitthvað með kilfu og eitthvað svona sprengingar, eldur að þá er alltaf þetta með sko, þú vilt fara lengur og lengra til að toppa það næsta þetta verður stór hættulegt fyrir í rauninni greið mennina það er rétt en það er náttúrulega, þetta er í rauninni ákveðið listform á að segja og það eru stílar af þessu sem er mismunandi eins og í Mexíkó þá er meiri áhersla lögð á svona í rauninni þá er þetta meira svona fyrirfram ákveðið meiri fimmleikar í þessu þetta er mikið hopp og skopp margir á móti mörgum og einn kastar inn upp í loftið og hann lendur svo í vondakallinum og eitthvað fljúga yfir hringinn og allt sko og þetta er náttúrulega bara
svona stórt menningaratrið í mörgum löndum þó okkur finnst það kannski furðulegt. En nú sjáum við til dæmis eins og í fjölbraglíminu í Bandaríkjunum þar sem mennur eru jafnvel sko lemja hvort annan með sko stólum sem brotna. Hvernig það framkvæmstrákar? Stundum eru stólarnir veiktir en mjög margt af þessu bara gert þannig að menn meiða sig bara heilmikið. Já, það eru misjafnir karakterar sem leyfa sér meira. Þeir segja, jú, blessa maður, bomba þessum stól bara í ennið á mér. Og þeir bara taka því bara eins og menn. En það eru til dæmis til alls konar svona leikmunir, eins og svona trérstólar sem eru notaðir í áhættuatriðum í bíómyndum. Og hólir innan og svona, já, bara búin til og mjög svona þunnum við, þannig að hann brotnar við minnsta álag. Þannig að, en sumir gæjar eru búin að vera lengi í bransanum og eru að láta sér bara hafa það. Og þannig að eitthvað af þessu er alveg. Já, mikið af þessu þeir eru actually fá höfuðhögg og allskins. En samt sem maður er þetta fyrirfram ákveð hver mun vinna slaginn. Já. En þeir þurfa að setja saman sjó svo þeir sleppi báði lifandi. Já, það var í rauninni gerð mjög góð bíómynd þetta sem heitir bara The Wrestler með Mickey Rourke og hún eiginlega lýsir þessu mjög vel. Já. Og sýnir svolítið hvernig hann í rauninni eyðilaði sig allan sko, andlega og líkamlega á þessu dæmi. Algjörlega. Já, þetta er ekkit auðvelt sennilega sko. Og svo líka vera bara svona karakter sem að líta þessu Kiss, strákarnir í Kiss á styrum sko. Já, akkurat. Og oft alveg svona skuggalegi karakterar og mikið attitút í gangi. Já. En það er náttúrulega annað sem er mjög ríkt í þessari fjölbræðaglímu í Bandaríkjunum og annar staðar er að þetta er oft bara svona eins og sápuópera fyrir kallmenn þar sem allt er á endanum lýst með ofbeldi. Já. Það má eiginlega lýsa því þannig að því að þetta er ekkit bara eitthvað við erum að keppa hérna titilinn og fyrir land og þjóð eitthvað heldur þetta er í síðustu viku þá kom Stunning Steve Austin og hann stalaði mér koninu og hún sveik mig ef að hún hefði ekki spreyjað augun á mér þá hefði ég sigrað heimsmeistaratitilinn skilur að þá er þetta svona þetta er sápuópera og ég man einhvern tímann að þegar ég var 11-12 ára gutt í Bandaríkjunum og keypti mér wrestlingblað þá las stóra systir mín þetta, hún var svona 20 á þessum tíma og hún las eina grein sem var titluð I will help Steve Austin do anything to destroy my ex-husband ég mun hjálpa Steve Austin til að gera hvað sem er til að eyðileggja minn fyrirverandi eiginmann og eitthvað svona og svo las hún þetta hvernig fyrirverandi eiginkona eins var að koma og hjálpa hinum móturinnum alltaf til að svindla til þess að hann tapaði og svo fór hann að koma með núverandi eiginkonuna sína til þess að vera með kendóprygg og berja þessa gömlu og eitthvað þegar hún kom og eitthvað svona alls konar rosa drama og þessi sem að var á mótunum var fyrirverandi nemandan sem hafði svikið hann og þetta er allt svona rosa mikið sápopera og hún las þess að greinu og bara þetta er nú bara ekkert ólíkt bara svona grein í Cosmo sagði hún. Já, einmitt, akkurat. Ef þú mætti vera eitt svona wrestling kappi bara í dag, hvaða kappi myndir nú vera að þessum bandarísku? Sem að vera svona lifandi í dag og svo leiðis. Já, þeir deyja náttúrulega mikið úr sternótkunn og verkjalífinótkunn og áfengi. Já, ég myndi til að segja Rowdy Piper. Já. Hann var, í fyrsta lagi var hann góð leikari. Já. Hann var flottur fyrir framan kameruna, hann gat talað og hann gat glímt almennilega. Já. Og ég myndi að segja það. Myndi þú að segja Hogan? Nei, ég þoldi ekki Hogan. Ég hélt alltaf miklu meira upp á annan stera klikking sem hétt The Ultimate Warrior. Já. Það var miklu svona flottari en Hogan. Hann er gjörsamlega brjálaður maður. En hann var hann er dáinn líka í dag. Já, hann er bara stuttur síðan. Já, og hann var snar klikkaður í alvörunni og já, hann breytti nafninu sinu í The Warrior. Já, af því hann var kærður fyrir að hann mátti ekki koma fram sem The Ultimate Warrior fyrir utan félagið sem hann var uppalið í og þá bara breytta nafninu sínu í bara, hann hét bara Warrior. Þetta er bara eins og ég myndi heita Stríðsmaður Vésteinsson eða eitthvað. Frekar Rökk Vésteinsson. Já. Það því að Sena ætti réttin á Stríðsmaðurinn eða eitthvað svona. Ég heiti Stríðsmaður Vésteinsson. Já. Þannig að ég veit að þetta er merkilega heimur og kannski fyrir þá sem eru á þessum vitið einhverja vefslóðir á til þess að kynna sér svona fjölbraga glímu. Já, það er til dæmis 2e.com. Já, það er ekki flókið. Nei, það er stærsta glímu fyrirtækið. Og fyrir það sem erum við var að skrifa bara e.com það er nóg. Já, það er svolítið fyndið að þeir hétu World Wrestling Federation WWF, WWF. En svo kom sem sagt World Wildlife Fund sem eru dýraverndarsamtök og náttúruverndarsamtök og kærðu þá. Þannig að þeir heita núna bara World Wrestling Entertainment. Já, þeir töpu fyrir pöndunni. Já, pandan, það var alltaf svona verið að teikna skopmyndir af pöndu með svona stól að lemja wrestling allar. Það er ríkilega gott. Það er mjög gott.
gaman að þessu. Já. En þeir lögst á Flæðiskeri útvarpi sögu og því bara lokið í dag. Rökkvi Vinstrisson og Jón Kristjánsson ætlar að þakka fyrir sig og takk fyrir komuna, Viktor Reinholdsson. Thank you. Já, og hvert fer maður til þess að skoða fígururnar ef að fólk langar að fá fíguru af sér? Já, með He-Man-skrokk. Þið getið haft bara sambandum á Facebook, þá það bara Viktors Vintage og svo ég með net sölusíðu, það viktorsvintage.storenvy.com. Já, var ekki flókið. Nei. En Rökkvi Vinstrisson, við verðum hérna næstu viku. Já, og það alltaf Leindó, hver er gesturinn okkar í hverju viku? Jú. Ekki? Jú. En ekki enda þetta bara á He-Man stefinu? He-Man stefinu. Það nokkuð. Nei, endum þetta Hulk Hogan stefinu. Já, Real American. Findu Hulk Hogan theme, Real American. Og það fyndna við Hulk Hogan lagið er að það bara eitthvað I'm a real American. Það alveg eins og America Fuck Yeah lagið úr Team America World Police nema bara ekki sagt fuck en það bara alveg America best, ég Amerikani sér það illa þannig við spila þetta lag Hulk Hogan Real American